var náttúrulega varnarleikurinn hjá báðum liðum var góður í þessu leik en hann var aðeins betri hjá Aftureldingu. Já, þetta var bara gaman að sjá líka bæði liðin spiluðu bara frábæra vörn og Afturelding einmitt bara sérstaklega auðvitað í seinni hálfleik en allan leikinn frábæra vörn og Þorvaldur og Ágúst Ingi frábæri þarna fyrir miðju. Þeir eru að spila með bakvörðina mjög hátt upp og ná svolítið að pressa F-fáingana inn í svona miðjupakkana sem eru að loka mjög vel á svæðin og pressa þá í erfið skot og loka gríðarlega vel á línuspil líka hjá F-fá. Og svona bara þessi leikur eiginlega vinnst svolítið eiginlega bara á góðri vörn hjá Aftureldingu og síðan auðvitað bara... En svo hrekkur Einar Baldvin sem komin aftur í markið, hann hrökk í gangi seinni. Já, það var einmitt akkurat, það var ánægilegt að sjá hann og hann var bara, þú veist, bara fínn í fyrri hálfleik en svo einhvern veginn hrekkur hann alveg í gangi í seinni hálfleik og þá einhvern veginn er bæði vörnin og markvarslana að kikka inn saman og það var eiginlega svolítið bara það sem stór parturinn af því að Afturelding náði að vinna þennan leik, fannst mér. Þannig bara frábær innkoma hjá honum. Stígur upp þarna þegar þeir eru að komast yfir Afturelding. Þegar FH var þarna tveimur mörkum yfir og að fá færi þar sem hann er að verja mikilvæga bolta, sko. Já, algjörlega og ég meina FH er með forystu í hálfleik og svo bara skora þeir FH-ingarnir ekki nema 4 mörk, sko, fyrstu 20 mínútur í seinni hálfleik og þar, þú veist, bæði, vörnin eins og við erum búin að tala en Einar Baldvin stór partur af því líka að ná þessu forskoti.